Góðan daginn, kæru vinir og velkomnir. Við erum að fara að spjalla eitthvað um orð Guðsins og okkur hér er tamt að gera og erum á hinum ýmsu stöðum við verkið og þú getur plantaði niður hvar sem þú vilt til þess að tala Guðs orð og þarft ekki að láta aðstæðurnar hindra í að tala orðið því að sértu kölluð manneskja til þess að sem Drottinn treysti til þess að segja sína tala út orðið, þá skaltu bara gera það og nota þann vettvang sem að hann hefur áður þá skapað. Á þessum stað hefur myndavélin, vídeómyndavélin verið valin og í raun er það ekkert svo sem mín ákvörðun að gera þetta svona en þetta var það sem að Drottinn vildi að ég gerði og hann er auðvitað að nota tæknina þó að því að hann veit að fólkið er þar og fáir eru inn á þessu interneti og eru að vinna þar og einhverjir, ekki reyndar neitt fjöldi en einhverjir koma við þar sem að þetta efni er sett fram og njóta. Þú ert einn af þeim sem að þannig hefur notið og við auðvitað óskuðum bara til hamingju með þetta val þitt, því að það sýnir hjartalag þitt ef þú ert að eltast við orð Guðs og til þess að heyra boðskapinn. Boðskapurinn er með þeim merkjum brendur að fóðra þig innan, fóðra hjartað þitt, fóðra þig innan, já. Og ef þú framber orðið þá leið líka styrkist trúin og það er einmitt það sem að trúin vill fá að styrkjast og þú munt sjá það sjálfur og sjálfa hversu mjög það er brýnt að trúin styrkist því hún getur beðið hnekki í trúin eins og allt annað í okkar lífi og sé aðgæslan ekki fyrir hendi sem að þarf að vera þá mun hún bíða hnekki og við sjáum og þekkjum kannski allt og marga í kringum okkur sem hafa farið þá leið með sjálfa sig að láta trúna bíða hnekki. Já, ef trúin bíður hnekki er það engu öðru en valið þínu. Þú velur sem sagt að slugsast með trúna og það ætti enginn maður að vilja, niður gera, en sumir þó gera. Þannig allt er þetta nú í okkar eigin hendi hvernig þessi mál eru. En breytir ekki því að Drottinn er góður, hann er hinn sami, hann veit hvað við þurfum, hvers við þörfnustum og hann stígur fram með það vegna þess að þegar hann frelsaði þig, þá var það ekki bara að því bara. Nei, hann frelsaði þig, gaf þig trú sem hann vill að þú ræktir upp með þér, því að styrk trú eykur líkurnar á því að þú skilið þér þangað sem frelsunin miðar við og þú farir. Og hvað er það? Það er ríki Guðs og himnum. Og það er ennþá markmiðið. Þannig við sjáum að Drottinn hefur gert sitt til þess að þú farir þangað því að enn ertu við sama heikosshorn, þú ert ennþá þar sem orðið er flutt, þú ert ennþá jafn upptekinn og þú hefur alltaf verið við orðið og svo framvegis. Þannig að þú allavega kannt að meta meira á orðið en minna, en það er ekki allir eins og þú. Og þess vegna erum við að dæla út kennslunni og orðinu til þess að viðhalda þessu hjá fólki sem að færa til þess að blína áfram til lifandi Guðs. Það er nefnilega ekkert sjálfgefið að þetta allt saman sé í þeim farvegi sem ætlast er til að því. Og þess vegna er verið að gera þessa vinnu sýnt og heilagt, bara ítrekað og aftur vegna þess að þetta er það sem að þarf. Þannig að við getum þakka Guði fyrir það að hann sér fyrir öllu. Hann hefur engum kastað frá sér.
Hann verður ekkert engan gefið upp á bátinn. Hann heldur áfram með það verk sem hann hóf þegar hann náði þér. Ég reikna með að þú munir eftir deginu sem að þú frelsaðist á. Ég held að það sé öllum alveg ljós hvenær það gerðist. Þannig í sjálfu sér velkist enginn í vafa að þessu leyti hvar hann er. Hins vegar getur gangan alveg orsakað það vegna þess að það eru sveiflur í göngunni og menn eru jafnilega að njóta lappirnar á sjálfum sér og eru svo farnir að spyrja sig að því hvort þeir séu virkilega frelsaðir. Það er engin spurning um það. Ef að Drottinn hefur mætt þér og frelsað þig, þá liggur það alveg fyrir og mögulega hefur einhver þoka sest yfir það og það er náttúrulega ekki gott. Ég segi þetta að því ég hef heyrt menn eiginlega varpa þessari spurningu fram. Ef maður spyr þá hvort þið séu frelsaðir, þá eiginlega vita það ekki. En þú átt alveg að vita það 100% vissu, ef svo er. En af hverju menn svona í vafa um þetta, að þessu ástæðu sem ég var að nefna hér áðan, að það hefur gengið á ýmsu í lífið þeirra og þeir hafa verið að sökkva sér út í syndina, kannski aftur og aftur, og í veikleika sínum, en komið tilbaka svona annars slagi og stundum meira að láta sjá sig í kirkjunni, að því þeir eiga Krist í hjarta sínu. Það er bara þannig. Því að það er enginn í raun og veru sem rekur þá eða fær þá inn í kirkjuna eftir langan eða stuttan tíma, nema Jesú einn, að því hann veit alveg hverja hann á. Og það er nú svo gott við það að hann sleppir ekki takinu af neinu. Hann veit hvar þú ert. Hann náttúrulega saknar þess, segjum það, að þú sért ekki í hópnum með öðru trúuðu fólki. Þú sért sjaldan og aldrei kannski að lesa þessa yndislegu bók sem hér er og þú sér það er Nýja testamentið. En var kannski einhvern tímann upptekinn við það vegna þess að hann var kærulaus með verkið. Það var svo margt annað sem togaði í hann og fekk hann út í alls konar annað að einhvern veginn tók það yfir. Því við erum svo brokkingar manneskjur og við getum alveg tekið undir með Páli þegar hann segir að það góða vil ég en það illa er mér tamaða. Það góða er þessi bók, Nýja testamentið, því illa er heimurinn. Verk heimsins eru ill og sért þú að vinna verk heimsins þá sérðu að þú ert að vinna leið þá ill verk. Og það getur alveg gerst eins og við vorum að tala áðan og þú líklega þekkir þetta að trúa fólk, það getur alveg farið með sjálfa sig þangað. Það er enginn sem mun stoppa það af. En að því að trúin er þó til staðar, er einhver neisti, þá mun hún alltaf minna á sig. Og jafnvel takast að toga manneskjuna yfir línuna aftur til Guðs. Og við sjáum þetta fólk kannski á samkomu hjá okkur og á bænastundum. Sumir reyndar taka sér tæki og ílengjast bara þar og er ekkert lengur að þessu rápi sem áður var. En sumir eru þar ekkert mjög lengi og svo eru þið farnir aftur. Þetta er svona þetta rótleysi sem fylgir manni sem í raun og veru nær aldrei ákveða sig hvað hann vilji og hvernig hann vilji í raun og veru hafa sín mál. Og það er erfitt að komast fram fyrir vegna þess að hvert og eitt okkar þarf í raun og veru sjálft að ákveða sig. Ég hef ákveðið það að fylgja Guði, fylgja Jesú og það val verður aldrei frá mig tekið. Það er enginn sem getur neitt hlutast til það val. En ég gæti alveg farið þá leið með sjálfa mig að segja bara snúma baki í þetta. Það væri þá bara vegna þess að ég valdi það og er náttúrulega það versta sem ég gæti mögulega hugsanlega valið. En við sjáum að við erum ekkert alltaf að velja rétt. Maður og kona eða manneskjur sem að fara með sjálfum sig út úr söfnuðunum og inn í heiminn og inn í þennan illa heim
koma misjafnlega lemstruð þaðan aftur vegna þess að trúin, neistinn sem þó varð eftir og ekki sloknaði, hann togaði þá inn aftur. Kristur segir að hann slökkvi ekki rjúkandi hörkveik. Hann mun hlúa að honum og blási í glæðurnar og búa til eld. Það er það sem gerist þegar að trúin er bara orðin neisti og manneskjan farin af sínu varðstað, svo má segja, og að Kristur á einhvern stað kemur og blæsi í þennan rjúkandi hörkveik þangað til eldurinn er aftur farin að loga. Hann er með þetta alveg á hreinu og það verður ekkert upp á hann að klaga. En hann náttúrulega vill bara, þó ert komin inn aftur og þú ert aftur komin þessa bók í hendina, vill bara að þú einhendir í hana. Sýnir honum þá virðingu að lesa hana og meira læra upp úr henni og meira njóta samfélagsins sem hann á. Og þannig er það nú bara með okkur öll að við eigum, Drottinn á marga í þessari borg. Og við búum hérna á Stór-Reykjavíkursvæðinu, við skulum bara taka það. Ef við skoðum það mál, gaumgæfilega og erum sanngjörn, þá sjáum við að á þessu svæði er fullt af trúuðu fólki. Það eru fleiri en ég og þú, fullt af trúuðu fólki. Sumt af þessu fólki er virt í starfinu, alveg eldhugar í Jesú nafni, en aðrir eru með ekki alveg miklir eldhugar og svo eru alltaf einhverjir sem eru þetta fólk sem rápar út og inn. Það er ýmist í heiminum eða er í Guðs ríkinu. Tekur sér taki, er náttúrulega alltaf að taka sér einhverju taki, það er nú ein lenskan okkar, við erum alltaf að taka okkur taki, keyra okkur upp í einhver átök og núna tökum við þetta og jafnvel erum við svo stundum þengjandi að við hendum ykkur út úr húsinu sem við segjum áður að hafi tafið okkur og kefjað okkur og svona hindrað í að Drottinn fengi það rúm hjá okkur sem að hann á. Og nú getum við tekið sjónvarpið, ef við veitum að sjónvarpið er mikill tímaþjófur. En ef við erum ekki búin að ákveða það að hvíla sjónvarpið, þá er engin lausn í því að rífa það frá og selja það, henda því að hvernig sem er. Vegna þess að eftir er hjartað og eftir einhverja mánuði þá er komin aftur upp þörf til þess að horfa á sjónvarp. Og það er ekkert rangt við að horfa á sjónvarp. Og það er heldur ekkert rangt við það að nota þessi tæki sem við erum með. En vandinn er að við látum ekki þetta stjórna okkur. Eins og orðið segir, ekkert má ná yfirtökum á mér. Og það er einmitt það sem við erum að tala um hér. Og það er einmitt ástæðan fyrir því að sumir fara skemmri leiðina og bara losa sig við tækið sem slíkt. Það er engin lausn, hvorki fyrir mig eða þig. Því eftir situr hjartað, þú hefur heldur því áfram og þar býr þetta allt. Ef þú losnar ekki við það þar, þá skaltu bara leyfa sjónvarpinu að vera. Segjum það, af hverju? Þú munt hvort fá þér það aftur. En Drottinn vill kenna þér leksíu, eins og hann hefur kennt mér. Og svo getur farið, ef að Drottinn væri að vinna sína vinnu eins og hann vill vinna hana, að þetta verði ekki vandamál fyrir þig. Þú sérð og finnur á sjálfum þér og sjálfri að þú ert að stjórna tækinu, en það er ekki lengur þér. Og þegar þú ert komin á þennan stað, þá sérðu og áttar þig á að sjónvarpi verður aldrei nein fyrirstaða fyrir þitt líf. Því hjartað er orðið rótt, það er komin önnur hugsun inn þar sem að segja þér það, leyfðu því bara að vera hana. Nú stjórnar það þér ekki lengur. Þá er allt í góðu, allt í friði og spekt. Þetta er það sem að þarf. Þetta er það sem að við þurfum að átta okkur á og þetta er hugsun sem við þurfum að ná líka.
ná upp í. Og eins og ég einn af þeim mönnum sem hef aldrei látið stjórnast neitt af þessu. Þeir tíma voru í mínu lífi að ég var sjónvarpslaus ári að mánuðum saman og fann í sjálfu sér ekkert fyrir því. En svo einn daginn þá fékk ég sjónvarpið aftur og ég er náttúrulega búinn að eiga sjónvarp núna lengi, en það var tíma, þá var undir hæli lagt hvort það væri eitthvað sjónvarp inn á mínu heimili eða ekki. Og það truflaði mig ekkert, en svo langaði mig til þess að fara að horfa á sjónvarpið eitthvað og þá gerði maður eitthvað í því og það var allt í lagi því að þetta var mér aldrei neinn truflun, hefur aldrei verið það og að því leytinu til get ég þakkað. En ég veit að þetta er sumum binding og menn liggja yfir þessu lon og dón og hafa enga stjórn á og svo sumir koma upp með þá hugsun að þetta sé farið að kefja þá, sjónvarpið. Það sé farið að taka tíma af frá því sem það myndi annars nýta í eitthvað annað. Og trúaði maður, hann getur alveg verið á þeim stað að vera of mikið yfir sjónvarpinu og vera með sjálfum sig á þeim stað að það í raun og veru er að stjórna. Og hann náttúrulega elskar þessa bók, alveg eins og ég og þú og við öll sem að trúum. En hann sér að hún er eiginlega ekkert, hann er ekkert að gefa henni þann tíma sem hann vildi. Hann bendur á sjónvarpið og segir að þarna sé sögdókurinn, fjarlægi það, ryður í út úr húsinu, en hvað með hjartað? Var hann búinn að taka til þar? Ef hann hefur verið búinn að því, og þá sér hann líka að sjónvarpið þarf ekkert að fara. Það ætlar ekki lengur að stjórna tíma sínum. Vegna þess að það komi ný hugsun í hjartað. Þetta er það sem að Drottinn vill. Hann vill ekkert að þú setja að henda út einhverju verðmæti því allt kostar þetta og við erum að greiða þetta fyrir okkar fé. Og þegar við erum búin að losa okkur við það og selja þetta fyrir slik, þetta selst nú ekki neitt pening svona nótutæki eða henda því eða gefa það hvernig sem er. Þá þarftu að fara að kaupa þér þetta aftur. Þá þarftu aftur að fara að reiða fram fé af þínu fé í það sem þú áttir og losa þér við þó það væri í fínasta lagi. Við þurfum að skoða þetta allt saman, við þurfum að átta okkur á því í hvernig málum liggi. Og þetta er eitt af því sem maður hefur séð svo oft að menn hafa tekið þetta frá, og hitt er að taka tíma frá því. Eins og með tölvurnar. Við vitum að tölvan er sennilega meiri tíma þjófur en að gæsalappa heldur en nokkun tíman sjónvarpið. En tölvan er ein merkilegasta uppgötvun mannkins síðustu alda. En það er náttúrulega eins og með það, ef þú hefur ekki stjórn á þig, ef þú ert þessi fíkill í hjartaðinu, þetta er auðvitað bara fíkn, þá myndu alltaf lenda í vandræðum með það sem þú ert að gera vegna þess að fíknin, hún gleypir þetta allt saman. Þú þarft að losna við fíknina. Þá þarftu ekkert að vera að hugsa það neitt að henda frá því tölvunni eða sjónvarpinu. Þú sér það að þetta er komin allt önnur staða upp, allt annað í gangi hjá þér. Og þá ertu bara í friði með þetta og þú notar þetta áfram, en notar þetta eftirleið svona skynsamlega. Sumir nota þetta sem vinnutæki, það má nú eiginlega segja það að ég geri það og hafi gert það síðan að ég kom inn í kirkjuna. Þá náttúrulega ég hafði hæfileika til þess að gera ýmislegt í sambandi skrifu og myndir og svona eins og kannski veist, og talvan var akkúrat tækið sem ég þurfti í það. Og ég er búinn að náttúrulega sitja mikið yfir henni, en hún stjórnar mér ekki neitt hvað þú segir um það. Það hefur aldrei verið. En ég vinn mikið vegna þess að ég er bara duglegur. Og það getur ekki verið mikill áfellisdómur eða akkilesarhæll manneski ef hún er dugleg. En hún getur ekki slitið sig frá þessu eða öðru, þá er þetta orðið annað. Við tölum á honum fíkn, þá er þetta orðið einhvers konar fíkn. Og fíkn, hvort sem er í áfengi eða eiturlyf eða hvað sem fíkn er, hún er aldrei góð.
það eitthvað sem heldur manni bara föstu. Hvort sem manni líður vel eða illa og má erfitt með að rífa sig frá þessu. Og ef maður fer frá þessu, þá einhvern veginn dregst maður að þessu aftur. Og sumir eins og við vorum að tala áðan, og þú kannski þekkir einn og tvo sem hafa gert þetta, losa sig við þetta. En hvað árið seinna? Þá er þetta komið aftur. Þetta fór aldrei úr hjartanu. Fíknin nefnilega hreiðrar sig í hjartanu. Það eins með áfengisneysluna sem margir nú að glíma við, eða þetta fíkniefnaneyslu. Það miklu meiri í dag heldur en áfengisneysla, fíkniefnaneysla. Menn að berjast við þetta alveg sýnt og heilagt og ná sér ekki alveg frá því, vegna þess að þeir gera ekki allt sem þarf til þess að þetta víki. Við erum náttúrulega með alveg frábæra þjónustu fyrir þetta ágæta fólk og við vitum alveg leiðina að menn hvetja til fundar og margir eru duglegir við að fara á fundi, en það er ekki nóg að fara á fundi, þú þarft að gera það sem fundurinn að bjóða þér að gera. Og þeir sem gera það, þeir halda þessu frá sér, en kannski þurfa að glíma við þetta annars slagi. Það er ekki allir eins heppnir og þegar ég var í þessu og bara þetta var tekið frá mér og öll hugsun að fara þessa leið ekki til staðar. Ég þekki reyndar fólk sem á þessum stað og fleiri en einn og fleiri en tvo. Þannig þetta alveg fleiri ég sem gætu ef þeir vildu sagt þessa sögu, en það er ekki allir eins heppnir og við, ég og þessir menn og þetta fólk. Þeir eru ekki á þessum stað og þurfa því að vera að berjast við þetta, en sumir líka vita leiðina og þeir mæta á þessa fundi. Og ekki bara mæta á þessa fundi, þeir leyfa þessum fundum að tala til sín. Og þeir gera meira, þeir gera þau verk sem menn með reynslu af til að mynda alkohólisma gera til þess að mynda koma sér úr þessu. Og þetta verður þeim tamt. Og þessir menn eru því edrú kannski áratugum saman. En þurfa alltaf að vera á þessu varðbergi með sér sjálfar. Því að þetta harður húsbóndi, þessi fíkn, en það eins með það að áfengis og fíkniefni fíkn, að þú gættu þín á því, ef þú ert þar, ert laust þarna, að fara ekki með fíknina á einhvað annað. Yfir í kannski tölvuna. Og ef þú ert til að mynda upptekinn við klámrásirnar í tölvunni á netinu, og þá það ekkert annað en fíkn. Og þessar rásir, og að þú finnur að þær eru ekkert að gera það neitt gott. En þú sér að þarna komið jafnvel upp vandi sem þú þarft að fara svo að eiga við. Að þú ert ekki laus við fíknina, eða sem sagt að þú hættir, fíknin ekki lengur í áfenginu eða fíkniefnunum, en hún kom upp aftur og hún færði þér þangað. Og hver munurinn á þessu? Í raun og veru engin. Bæði hafa fangað þig. Bæði hafa tekið af tímaðinum og þú ert að gefa þessu allan tíma sem þarf. Og það getur verið langur tími. Við getum farið með þetta enn í aðra átt. Þú ert kannski í dag spila fíkill. Þú ert kannski fíkill í þessa 10 peningakassa sem þú ert að reyna að fá sem mest út úr. Þar ertu bara meira og minna allan daginn. Og þú kannski færið einhverja krónur í vinning og þú lætur þessa krónu til þú fyrst í vinning aftur í kassan, þannig að þetta gengur bara hringinn og hringinn, en þegar þú ferð út og þá ertu bara ennþá slippari og snöðari á pening en þú varst þegar þú komst inn. Þetta líka bara sinn víta hringur. Og þeir sem að fást við þess ágætu menn og konur sem til að byrja með voru áfengis eða fíkniefnaneytendur og
búnir að missa tökin þar, að þeir eru líka með þetta fólk og þeir beita sömu ráðum við það vegna þess í raun og veru þetta af sama meiði. Þetta gleypir menn og aðra og þeir eru bara fastir þar. Meginpartur af tímanum yfir daginn hjá þessu fólki við þetta. Alveg eins og var þegar fíknin í þessi efni voru. Þá voru þeir bara þar. Þannig að við sem eigum til Guðs orð, að við erum ekkert að tala einhverja bábilju, við erum ekkert með þá hugsun uppi að það sé ekkert gagn að því sem við erum að gera. Við vitum gagnsemina, við skiljum mjög vel gagnsemina, vegna þess að sjálfir, eins og ég og margir aðrir líka, myndu það, losnuðu vegna þess að trúin kom, Guð kom. Við erum lukkunnar pamfílar að því leyti til að það hefur aldrei komið löngun í eitt einasta skipti. Ég veit ekki hvernig þú tekur svona, en þetta sannleikurinn sem þessi maður að færa þér og hann dirfist auðvitað ekkert að tala neitt nema sannleikan þegar orð Guðs annars vegar og hann gefur svo út fyrir að vera þessi Guðs maður sem að Drottinn treystir fyrir sínu orði. Og ég hef nú verið þannig þenkjandi að leyfa bara Guði að tala það sem hann vill og hann fer ýmsar leiðir með þessa þætti og það hefur nú kannski tekið eftir sem að fylgist með þessum einum og öðrum hætti. Þetta bara fer þangað sem að Drottinn vill en allt með sömu ummerkjum að vera samt svona ákveðin uppbygging, ákveðin svar og svör inn í pælingar og á svona hvatning og áreitingum að halda þessu góða verki áfram. Ég get alveg lofa því að fíkill að hvaða tegund sem gerir ekkert betra en að halda þessu við hjá sér sem að slær og tekur fíknina frá honum. Og hann veit að auðvitað betur öllum mönnum. Og sumir eru duglegri þarna en aðrir. Og til þessara manna og þessa fólk má hvetja, haldið þessu áfram. Sækið eitthvað fundi ef þið eru amen og verið þið sem eru í spilafíkninni og eru að reyna að rífa ykkur út úr henni. Ég veit að menn hafa margir farið þá leið og sumir losna þar líka því að það hægt að fá lækningu við þessu öllu. En það gerist ekkert bara með hangandi hendi og sitjandi og orkernandi sjálfum sér. Það gerist ekkert þannig. Og þetta eitthvað sem við þurfum að standa upp af og gera þessi verk sem eru ángur okkur. Og mundu það að þetta í hjartan. Fíknin býr þar og farum ekki þangað þaðan alveg sama hvað þú gerir í hinu ytra að þú munt aftur sækja í það. Það til saga af menn voru náttúrulega áður en menn hafa náttúrulega verið með alls konar yfirlýsingar sem að voru að sulla í þessu áfengi á sínu tíma og þetta saga af manni sem að drakk helst til mikið, þetta var sjómaður og ég þekkti nú þennan ánga, hann nú löngu farinn, eða þekkti hann, ég vissi alveg hver hann var og margir aðrir líka. Hann tók einu sinni upp hjá sjálfum sér að tali annars, þau voru að ræða þessi mál og báðir áttu svona við svolítlinn vanda etja hvað áfengi varðaði og hann var orðið þreyttur á þessari áfengisdrykkjusvinni og hann sagðist inni sem hafa keypt sér 3 flöskur af áfengi. Hann stillir þeim upp fyrir framan sig upp í hillu og hundskammar þær. Hellir sér yfir þær bara með látum og svívirðingum og ég veit ekki hvað og reyndi að velja öll ljótustu orðin sem að kunni þetta áfengi og innihald þessara flaska. Og hann ætlaði að hélt hann áfram og þangað til hann var orðinn þreyttur, þannig að ætlaði að menn eru öskrandi og æpandi á einhvað, þannig að ætlaði að enda með því að þeir þreytast. Og ekki bara það að hann væri byrjaður að þreytast, heldur byrjaði hann líka svona mildast í orðum. Og svo mildaðist hann og mildaðist og var orðinn
komið með það tal að þetta væri nú bara eiginlega ágætis vinir sínir, þess að þeirra flöskur. Og svo miklir á endanum að hann bara teygði sig í eina og opnaði og fór svo blinda fyllir í. Þannig að þetta ekki leiðin. Það sem hann sá auðvitað og gerði var að minna sjálfan sig á að þarna væri við vanda etja sem að þyrfti að taka á. Og ég get alveg sagt þér það að svona til það síðast, í mörg árendar og kannski lengi áratugi, þá var hann edrú. Þannig hann var hætti þessu en hann var tíma ungur maður og svona fram eftir aldri einn af þessum drykkjumönnum. Togaramenn voru oft þar. Það var einn af þessum ágætu togurmönnum. Og þetta var á þeim tíma þegar fyrsta kynslóð síðutogara var hér að veiða við strendur landsins og fyrir tíma nýsköpunar togaran og áratugum fyrir skuttogarana. Þau ruddu öllum þessum skipum úr vegi og þetta allt saman horfið fyrir löngu og bara kallar eins og ég muna eftir þessu eru stundum að rifja þetta upp. Þetta var nú hans leið vegna þess að hann svona vildi auðvitað losna en notaði þessa einkennilegu aðferð sem virkaði ekki neitt. Og þannig það líka hjá okkur. Við vorum að tala hér áðan sjónvarpið. Við erum farnir alveg svoleiðis bara á maður. Það ekki smá tíma þjóður þetta sjónvarp og ég fer með út og bara læta hverfa eða gefa einhverjum eða hendi því að sela fyrir slik. Mánuði hálfu ári seinna þá var það komið inn aftur. Þetta fór aldrei úr hjartan. Og svo kemur inn lækningin í þetta og þú finnur að þú ert komið frið og sérð þetta sjónvarp ekkert vandamál. Og þú sérð talvan, hún ekkert vandamál. Þessi tæki stjórna mér ekki lengur, segirðu, og það sannleikur málsins. Það hægt að koma lífi sinni þannig fyrir að ekkert stjórni manni, heldur stjórnar þú því sem í kringu þig og þannig á það að vera. Þetta hluti af því að ná þessum bata, að þú stjórnir því sem í kringu þig en það ekki þér. Við vorum að tala hér fíkniefni, áfengi og spilafíkn og allt þetta og sjónvarpið. Þetta allt hluti sem geta fangað þig. Og þú situr við þetta lón og dón. Situr á sömbli lón og dón. Stendur yfir kossan og spilakossan og lón og dón. Og svo framvegis, þú stjórnar þessu ekki lengur. En ef þú sér þetta ekki, þá erfitt við að eiga. Og það nú hluti af þessum vanda, þessi fíkni vanda. Að menn sjá ekki í raun og veru sína fíkn. Þeir einhvern veginn verða svo samdauna þessari fíkn að það ekki nokkuð leið fyrir þá að koma auga á þetta. En alltaf einhverju vakna og þá sjá þeir líka hvar skóinn kreppir. Að þetta býr í sjálfinu og að losa sig við tæki sem slík engin lausn. Tæki eru ekki hvorki góð eða vond. Þau verða kannski vond að því þú ert að nota þau rangt. Þetta svona eitthvað sem Drottinn vill minna menn á. Einhver þarf að heyra þetta, heyri ég. Og það bara gott. Til þess erum við. Við erum að minna menn á þá og konur og það sem væri betra að gera. Þess vegna ætlum við að stuðla að því með okkur sjálf að ekkert ráði lengur yfir manni, heldur ætlum við, ég og þú, að ráða yfir kringumstæðum okkar að öllu leyti eða svo miklu leyti sem það hægt. Kannski ekki gerlegt og líklega ekki vinnandi vegur að hafa yfirumsjón með öllu, en ég held að við getum nú haft yfirumsjón yfir mjög mörgu sé út í það farið. Þetta það sem við ættum að vilja. Orð Guðs, þetta hérna,
það stjórnar vill í raun og veru ekki stjórna þér. Það vill vinna með þér með 100% samþykki þínu sem allt annað mál. Að stjórna og láta einhvað ráðskast með sig af svona einhverri tegund af fíkn. En sé þetta frjáls vilji og ég vel þetta og vil þetta vegna þess að ég vil það, þá erum við komnir með þetta allt á allt annan stað. Og ég segi við mig, ég vil vera edrú. Það er mér líka vel við sjálfa mig edrú. Ég horfi oft á sjónvarpið, en ég segi, það hefur aldrei ráðið við mér. Jú, ég vinn mikið við tölvuna og það kom hérna í mann eftir í einu sinni og maður sáu þetta sumir að ég var alltaf við tölvinu og það kom hérna, mér fannst það nú fyndið, það kom svona miði í gegnum bréfalúguna hjá mér og þar var eitthvað verið að benda á það var þetta tölvufíkn og svona. Ég vissi alveg sneiðina, en þetta var ekki sneið, þetta var kannski góðu mjög gert, en það hefur ekki verið neitt vandi á mér, en eins og ég var að segja þá er ég bara dugleg manneskja. Og það er nú ekki ljóður nokkurs manns að vera duglegur. Ég held að það sé nú bara kostur. Og sumir sitja yfir þessu lengur en aðrir og vegna þess að menn eru misjafnlega duglegir. Við skulum vera duglegar manneskjur. En við skulum auðvitað kunna okkur hóf. Það tel ég mér nú alveg kunna mér, en ég er duglegur, hef alltaf verið það. Og ég hef líka verið duglegur eftir að Drottinn tók við mér. Ég er búinn að vinna mikið síðan ég kom til hans og ég raun og veru svo mikið að stundum sumir dagar finnst manni nú bara alveg vera nóg, sko. En maður hefur nú samt þraukað þetta allt saman af sér og ég vil eitthvað þetta bara eins og maður vill hafa þetta sjálfur. En ég hef líka tekið eftir því í þessu verkefni eins og öllum öðrum verkefnum. Þá koma svona alveg hræðilega tarnir með það. Þetta er bara lífið sjálft, minn kæri vinur. Og ég hveti til þess að ganga í rann Drottins og lyfta bara höndum upp til hans og bjóða fram starfskrafta þína. Því hann veit að þú hefur svo margt að gefa, hefur einhvern veginn pælt í því. En þú hefur svo margt að gefa. Ég hef líka margt að gefa, vissi að því. Ekki að ég hefði svona margt að gefa, ég vissi náttúrulega að ég hefði nú eitthvað að gefa, en ekki svona mikið eins og ég hef þó verið að gefa. Það vissi ég ekki, en Drottinn vissi að hann svona dreif þetta allt upp. Hann með líka drífa þetta allt upp í þér sem hann vill nota. Ég veit ekki það, en kannski kemur það þér óvart hvaða er margt sem þú getur eiginlega gert. Og ekki bara gert, heldur eftir að gera það líka vel. Og sem hreint meistarlega vel. Að eftir tekið jafnvel. Jesú nafni, en við erum nú búin að ræða hérna eitthvað x tíma eða ekki og Konráður núna Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram í þessum aðstæðum eða einhverjum öðrum aðstæðum. Við sjáum bara til.